Ferðaþjónusta á Íslandi, hún stendur á miklum tímamótum, hefur kannski gert á síðustu 3-4 árum og tímamótin felast í því að aukning ferðamanna er gríðarleg. Hún er 30% svona meðaltali yfir allt árið og það má eiginlega segja að yfirvöld og ráðamenn hafa ekki fylgt eftir þróuninni. Infrastruktúrin sem á að þjónusta ferðaþjónustuna frá hendi ríkisins og hinu opinbera hefur alls ekki fylgt þessu eftir og við erum að lenda í ákveðnum vandamálum með vegakerfi og við erum að lenda í alls konar vandamálum með viðkomustæði og það er eiginlega búið að vara við þessu í 30 ár. Það hefur verið gerðar erlendar rannsóknir á þróun ferðaþjónustunnar á Íslandi, aukningu ferðamanna og það er búið að gefa út hverja skýrsluna á fætur annarri frá erlendum aðilum, það er að segja hlutlausum aðilum og það er eins og menn hafa bara stungið þessum skýrslum í skúffuna og sagt að þetta reddast.